Komið sæl, við sjáum á yfirlitskortinu að það þarna norðanáttin sem hefur verið viðvarandi undanfarna daga. Lægðin við Noreg gefur aðeins eftir en það ennþá hæð yfir Grænlandi og lægðamyndun hér suður af landi. Það útlit fyrir að verði lægðirnar haldi sér hérna suður af landinu næstu daga en það verður þó strekkingaustanátt við suðurströndina. Það dregur smám saman úr norðaustanáttinni einkum á norðaustanverðu landinu í nótt og á morgun en áfram hvöss norðaustanátt á vestanverðu landinu og þá líklega sérstaklega á Vestfjörðum og svo hvessir af austri hér suðvestan til og má alveg búast við því að það verði viðvarandi svona 15 til 20 metrar á sekúndu við suðurströndina næstu daga. Það verður áframhaldandi éljagangur einkum á ströndum og svona til fjalla á norðanverðum Vestfjörðum en dregur smám saman úr ofankomu á bæði Tröllaskaga og Austfjörðum þegar líða tekur á morgundaginn en annars útlit fyrir svona nokkuð þurrt veður. Það áframhaldandi snjóflóðahætta á norðanverðum Vestfjörðum, á Tröllaskaga utanverðum og eins á Austfjörðum í nótt og á morgun og líklega eitthvað fram í vikuna og það þarf að fara alveg ofsalega varlega ætli fólk að vera eitthvað á ferðinni og helst ekki að vera mikið á ferðinni þar sem að spáin á rauðu en þið sjá það betur á heimasíðu Veðurstofunnar. Í fyrramálið klukkan 8 útlit fyrir bjartviðri á suðvestanverðu landinu, hvöss austanátt sérstaklega við ströndina, allt að 18 til 20 metrar á sekúndu, en svona 15 metrar kannski víða annars staðar. Sums staðar til dæmis á höfuðborgarsvæðinu gæti þó alveg verið einhvers konar svikalogn, en það þýðir ekki að það sé endilega heppilegt að vera að fara til fjalla í þessari hvössu norðaustanátt. Á norðvestanverðu landinu eins og ég segi áframhaldandi norðaustanátt og einhver éljagangur sérstaklega á norðanverðum Vestfjörðum. Þar snjóflóðaspáin á rauðu, það mikil snjóflóðahætta til fjalla á þeim slóðum og þarf að fara mjög varlega og fylgjast vel með veðri og ofanflóðaspám ætli fólk að vera á ferðinni þar. Það áfram kalt á landinu öllu en líklega bjartviðri við Breiðafjörð. Það svipað sögu að segja á norðaustanverðu landinu en það mun hægari vindur á þeim slóðum. Þó áfram, ofanflóðaspáin áfram á rauðu á utanverðum Tröllaskaga og það auðvitað einhver skafsnjór og leiðinda færð væntanlega að minnsta kosti þangað til að starfsmenn Vegagerðarinnar komast í það að hreinsa vegum. Þannig að fylgist þið líka með vefsíðu Vegagerðarinnar hvað varðar færð á vegum. En á suðaustanverðu landinu þá svona heldur skaplegra að litast áframhaldandi svalt í fyrramálið og líklega hlýjast svona hér bil á syðsta odda landsins. En það verður síðan aðeins skaplegra veðri hérna á austanverðu landinu síðdegis á morgun og síðan næstu dag og eftir. En ég ítreka að snjóflóðaspárnar á rauðu á þessum stöðum og það þarf að fara mjög varlega. Það verður áframhaldandi austanátt og kuldi víðast hvar á landinu og það hratt að kólna í hæð ef við ætlum að fara eitthvað til fjalla í þessu veðri. Áttin verður heldur suðaustlægari á miðvikudag. Þá lægð hér suðvestur af landinu en það ekki útlit fyrir að úrkoman frá henni nái inn á land nema þá rétt inn á annesinn á vestanverðu landinu. Gæti verið eitthvað smá éljaloft á þeim slóðum en svona kannski heldur skýjað en þó úrkomi lítið annars staðar. En þið sjáu að það áfram svalt í veðri og þó að vindurinn hafi þó jafnvel minnkað heilmikið norðaustan til að þá áfram svona strekkingaustanátt vestan til á landinu. Það talsverð breyting á fimmtudag, mögulega einhver smá ofankoma hér suðvestan til og mun hægari vindur á vestanverðu landinu líka. Áfram smá strekkingur við suðurströndina og svona líklegt að hitinn á rétt yfir frostmark á þeim slóðum en að verði frost annars staðar á landinu. En það þessi hvassa austan- og norðaustanátt sem ríkjandi á landinu næstu daga. Það mjög óstöðug snjóalög á Vestfjörðum, Tröllaskaga og Austfjörðum og snjóflóðaspárnar þar á rauðu en á gulu hér suðvestan til. Þannig að þó að það verði skaplegra veður hérna á austanverðu landinu þá óstöðugt og ekki gott að vera mikið á ferðinni til fjalla. Og sömu sögum að segja hérna af suðvestanverðu landinu. Það hvasst og kalt til fjalla hér líka. Þetta verður þokkalegt að fara á milli landshluta þegar búið að hreinsa vegum en fylgist þið vel með ferðinni á síðu Vegagerðarinnar. Verið sæl.